Komið þið sæl. Það eru dálitlar umhleypingar í veðrinu núna næstunni en ef við lítum hér á stóra yfirlitskortið okkar og sjáum hér að það er ósköp lítið að vera hér í kvöld og í nótt en strax í fyrramáli þá kemur þessi lægð hér yfir Grænlandsjökul og skil hennar koma hér yfir og þegar þau fara hjá þá hvessir all hressilega að vestri hér fyrst hérna vestanlands og það verður einna hvassast með suðurströndinni og suðausturströndinni sérstaklega. Þannig að það er svona varhugavert og eru konar gula viðvaranir í lofti sem gilda á morgun og fram á í raun 50 morgun þær sem eru á Suðausturlandi en hér sjáum við þá það sem er að gerast á hitasviðinu að með lægðinni þá kemur hlý tunga yfir landið en hún fer nú ansi hratt yfir og þetta stoppar nú bara í nokkra klukkutíma í hverjum landshluta fyrir sig en það tekur ekkert við neitt sérstaklega kalt loft heldur þannig að þetta er ekkert alveg alslæmt heldur en það verður hins vegar leiðinlega hvasst á morgun. Í fyrramáli hins vegar verður blautt en ekki eins hvasst og vindáttu suðurlæg og við sjáum það hér að hérna er vindur svona þegar líður á kvöldi farin að verða suðlægari og svo koma skilin hér upp og upp á landinu og fara hérna yfir landi hádegi á morgun og liggja við hér svona komin aðeins lengra í dag en það á leit út fyrir að vera í gær þannig að við erum farin að sjá í vestan, suðvestan, vestan strengin hér vestan við og síðan fer þetta áfram austur og við lítum það betur á eftir. Þannig að tölurnar á morgun svona hádegisbil getur verið þessu líkt svona frá kannski 3-4 gráðum á svona á hæstu stöðum okkar og upp í 12-13 stig. Það verður einna hlýjast hér á Austurlandi fyrri part dags en annað kvöld, seinni partinn annað kvöld þá kólnar þar líka þegar skilin fara hjá. En ef við þá lítum þá á þróun þá eru hér gula viðvaranir sem að koma inn eftir hádegið og svo tínast þær nú út svona með kvöldinu en þessi á Suðausturlandi endist nú eitthvað fram á nóttina og jafnvel fram á 50 morgun. Þó voru farið að draga dálítið úr vindi en það geta verið snarpir vindstrengir hérna við kringum Vatnajökul og geta verið varhugaverðir ökutæki sem taka á sig mikil vind. Svo er ágætt að benda á það að hér í vestanáttinni á morgun er að það bæði er stórstreymt og þegar svona mikill vindur og ölduhæð kemur saman þá er til dæmis eins og Faxaflóasvæði þar sem að vegir liggja mjög nálægt sjó svolítið svona viðkvæmi fyrir því að þar getur bæði kasta skrjót og þá líka sjór upp á vegi þannig að vegfarendur ættu að hafa það í huga eins og til dæmis á Kjalarnesi og víðar þannig að það þarf ekkert að gerast en það er allan að það eru aðstæður til staðar. Á fimmtudaginn hins vegar þá er orðið mun skaplegra veður og við sjáum hér að þetta er svona 5-10 hiti fyrir sjást í 12-13 stig hérna á Austurlandi. Það vil nú oft verða hlýja megin en áveðursverður þetta svona 7-10 stig og einhverja smá skúraleiðingar en þetta er lítil úrkoma og þetta er eiginlega svona ágætasta veður en svo þegar líður á fimmtudaginn að þá kemur hérna smá lægðabóla upp á landinu skil hennar ná nú aldrei nema svona svolítið svona inn á sunnanvert landið og lá lítið norður fyrir en það er til þess að gera hægur vindur og ekki mikil úrkoma í þessu þannig að þetta tekur fljótt af. Á föstudaginn þá er komið ágætasta veður, vindáttin er ennþá vestlæg og hitastigið svona á pari við það sem verður svona næstu daga svona 5-10 stiga hiti á láglendi en það þýðir það að hitin lækkar í cirka 1 gráðu per 100 metra sem maður fer upp þannig að helstu fjallvegir þar verður svona hitin ekkert langt fyrir ofan frostmark þannig að ef það er úrkoma með þessu að þá gæti þá myndast einhver hálka á fjallvegum. Og ef við lítum síðan eldsnögt á laugardaginn þá er eiginlega rólegheita veður, það er aðeins farið að anda hérna suðaustanátt, hérna suðvestan til en annars er þetta eiginlega hægbreytileg átt en svo sem hitatölurnar ekki til að hrópa húrra fyrir en svona 4-10 gráður en það er svona svipað verður áfram næstu daga. En síðan er að sjá á sunnudag, mánudag og eftir helgi að það verði í raun suðlægar áttir og ágætlega milt. Færum okkur þá yfir til Evrópu að skilin sem lágu hér yfir Noregi og Svíþjóð í gær eru komin hér yfir Finnland, Eystrasaltsríkin og niður í Pólland og svo er hérna skúraloft sem kemur eftir þegar skilin fara hjá á morgun og skúrir hérna með vesturströnd Noregs. Áfram suður í álfuna og þá er lægðin sem var við Tyrkland í gær komin inn á Svartahaf og skilin svona hægt og bítandi að færast til austurs og norðausturs en svo þegar við færum okkur hér vestar eftir þá er Ítalía með fínasta veður og sömuleiðis suður Frakkland og Íberíuskaginn er býsna góður en það er að byrja að byggja sig upp skúraleiðingar hér sem munu færa sig niður á suðaustur og austurströnd Spánar á fimmtudag og það er gert ráð fyrir að geti rignt nokkuð hraustlega úr því en við förum nánar yfir það síðar. En ef við þá förum til Kanarí það er bara rjómablíða
hitinn svona hátt og yfir 30 stig og bjart og fallegt veður, og í Ameríku þá eru skilin að færast hér austur í hægt og bítandi. Það svona þrumuloft með þessu, þar sem þau ná svona hérna bæði við Mexíkóflóann, Flórídaskagann og hér eitthvað norður eftir. En annars staðar mjög fallegt veður og bjart og ágætlega hlýtt. Og sjáum við aðeins í Priscillu hérna vestur af Mexíkó, en hún ætlar lítið að gera af sér þessi, þannig að við látum þetta gott heita í dag. Verið þið sæl.